Íslensku vetrarleikarnir eru haldnir í Eyjafirði, getum við sagt helgina og við erum stödd hérna upp í Hlíðarfjalli á Akureyri, erum núna komin fram í andirið í skíðahótelinu, það er mikið að vera hérna og hjá mér er hann Leon Kemp sem rekur Mohawks verslanir. Þær eru hvað á Akureyri og Reykjavík eða ekki? Akureyri og Reykjavík, Glertorg og Kringlan. Hvers konar verslanir eru þetta? Þetta er brettabúð. Við erum að hafa til snjóbretti og hjólabretti, ala og líka svona BMX-strákar. Það er bara allt sem tengist extreme íþróttum, jaðaríþróttum á Íslandi. Þessar jaðaríþróttir og ef við tölum þá sérstaklega vetraríþróttirnar, vinsældirnar eru þær alltaf að aukast? Já, ég opnaði 2007 og mér finnst á hverju ári það meira og meira áhugi, sérstaklega með allar hópum sem eru út allt landið sem eru að æfa. Ég held að það sé 150 krakkar frá aldrinu 6-7 upp í 18 sem eru að æfa snjóbretti og það fyrir 5 ár síðan það var ekki til. En svona snjóbretti, það eru væntanlega til margar tegundir, margar gerðir? Margar tegundir. Það albrettin hjá mér eru frístafbrettin, það er parkplötur, jeepplötur, það er samt mann hefur verið að fara svolítið út í púðubretti, af því það er svona eldri kynslóð sem var á snjóbretti, eru svolítið að koma tilbaka og það sem þeir eru að reyna að gera er fara í svona freeride og líka labba upp og snjóbretti niður, það er að vera meira vinsælt. En þeir sem ég ólst upp á skíðum, kann ég þá líka á bretti eða? Það myndi taka nokkur dag. Já. Þú myndi vera á rössin í nokkur dag, það er bara svoleiðis. Það getur hvern sem er að koma á snjóbretti. Ég var með maður sem labbaði inn í búð bara fyrir 2-3 mánuði síðan, örugglega svona 65 ára gamall, sem var að breyta. Svo það er aldrei of seint að byrja á bretti. Það er bara mjög gaman og þetta er miklu meira frjáls finnst okkur sem er á snjóbretti. Já, það er töluverður munur á snjóbrettum og svo bara hefðbundnum skíðum. Já, skórnir eru fyrst, það er miklu léttari, miklu mýkri og mann er ekki með stafir og það er bara einhvern veginn öðruvísi flæði á bretti heldur en á skíði. Það tekur manna öðruvísi línur. En þessi svona hefðbundi kaupandi, hvers konar bretti er hann að kaupa? Mest eru park- og jeepplötur. Það er fyrir þess aldur sérstaklega sem ég að höfða til. All Mountain að vera meira vinsælt aftur. Man fannst að það datt niður alveg og núna í síðustu 2-3 ár það að koma inn meira. Fólk sem eru að bara að ræta, ekki að hugsa rail og box. Keppni sem við erum hérna á í dag, þetta gengur út af hópinn sem að stökkva og rail og box og svoleiðis. En að stökkva, það er nú ekkert fyrir mig til dæmis. Nei, kannski ekki. Það er ekki fyrir mig lengur heldur. Þetta er fyrir ung strákara og Viktor, hann er örugglega 30 sem er hérna búinn að byggja pallinn og hann tók þetta í gær. Svo það eru alveg kallmenn sem enda á að stökkva og gera svona hluti. Það er bara eftir hvað mann er góður og duglegur að ræta. En það er líka, það er tíska, mikil tíska í kringum þetta, allur fatnaðurinn. Já, það er, mann langar að lukka vel upp í fjall og úlpunar þarf að vera stórir og buxur það er svo mismunandi skoðun, sumir vill fá slim fit, sem vill fá svona baggy fit og það er bara misjafnt. Yngri kynslóð vill hafa rosa skær litir, alveg bara læmgular og svoleiðis græn og svona og eldri svona aðeins meira tóna niður, það er bara misjafnt. En allur þessi fatnað vassheldur og svo framvegis? Já, það er orðin bara standard í dag, ef það er ekki 10K eða meira, þá er það ekkert að virka, sérstaklega á Íslandi. Það er svo mikið svona snjókomu og vond veður inn á milli. Man þarf að vera í föt sem halda mann þurr. Ég stendur fyrir ef það kemur mjög að brettakeppninni sem verður haldið í miðbæ Akureyrar á laugardeginum. Hvernig fer hún fram? Hún fer fram, þetta er jeep mode. Þetta er fyrir krakkar frá bara alveg 5-6 ára, alveg upp úr. Og
Þetta er eitt reil, rör og svo box og svo lítinn stökkpall sem þeir eftir að vera að gera litla stökkum og nokkur af þeim að taka backflip og þetta 3. eða 4. ári í röð sem við erum að gera þetta og það bara rosalega gaman að horfa á þetta. Það verður DJ með tónlist og bara mæla með að allar fólk koma og kíkja á þetta. Það búið að gera allt saman klárt í miðbæri, búið að flytja snjó niður eftir og allt saman. Með risi gám og við gerðum það síðustu viku áður en páska fyrir alla krakkar sem eru hérna í páskafrí. Þegar lokið fjöllinu 7, þá hefur þeir eitthvað að gera niður í bæ á kvöldin. Eitthvað annað að gera hérna yfir páska. En þetta ekki bara fyrir keppendur, þetta svolítið bara fyrir almenna bæjarbúa að koma og fylgjast með. Já, þetta bara fyrir fólk að koma og skoða þessi gaurar að gera sín list. Já. Þannig að þú lofar alveg stuði og stemningu í þessu? Já. Það fyrra ég held að það voru hátt í 100 sem tók þátt. Eitthvað svoleiðis. Þetta verður alveg 3 klukkutíma, bara stanslaust, bara gaurar renna sig og hafa gaman. Þú fylgist væntanlega mjög með svona lífinu og öllum hræringum í þessari grein. Svona Eyjafjörðurinn, eru við framalega Eyfirðingar í þessu öllu saman? Sko, fyrir hvað margir eru að æfa, ég held að sé hvergi í Evrópu svona marga krakkar að æfa snjóbretti. Svo, við vorum að tala við stelpan frá TTK og hún var að segja að hún fannst að magna, hún var hérna á þriðjudaginn og það voru 50 krakkar á æfingu í einu. 10-15 stelpur og 30-40 strákar. Það er bara rosalega mikið fyrir svona lítinn eyja með 300.000 manns að hafa 150 krakkar að vera að æfa snjóbretti. En þó að þú sért að standa fyrir þessari brettakeppni í miðbænum og svona, þú væntanlega reynir að fylgjast með öllum dagskrár viðburðum á þessum leikum? Já, allt saman. Ég partur af viðburðin og við erum búin að vera að vinna í þessu lengi og þetta bara allt að gerast. Og bara helgin bara lofar góðu? Já. Þetta verður bara gaman og fjör. Og bara gangi þér og ykkur vel. Leon Kemp, bara takk fyrir komuna. Já. Og við sem sagt setjum bara punktinn hérna í Hlíðarfjalli og það að gera bara fylgjast með dagskránni á heimasíðum og samfélagsmiðlum. Við vorum hægt að finna þetta mjög víða en bara látum þessu gott heita og þökkum fyrir okkur.